Svíþjóð hefur bara í síðustu svona 30 ár haft hæstu tíðni nauðgana í heimi. Ekki vegna þess að þar eru framin flest kynferðisbrot, heldur vegna þess hvernig Svíþjóð skilgreinir nauðgun. Það er ekki hægt að bera saman tíðni nauðgana á milli landa. Vegna þess að lagaleg skilgreining á því hvað nauðgun er mismunandi. Og hvað þú telur sem eina nauðgun er mjög mismunandi á milli landa. Lagarammin í Svíþjóð er víðari heldur en í flestum öðrum ríkjum. Annað sem skiptir líka máli er að það sem við vitum í öllum löndum er að mjög lágt hlutfall af þolendum nauðgana tilkynna brotið til lögreglu. Tilkynningar hlutfallið er hærra í Svíþjóð. Það er minni þolendaskömm þannig að þolendur fara frekar og tilkynna. Allt þetta gerir það að verkum að nauðganir í Svíþjóð tíðni samkvæmt skráningu lögreglunar, og það er skráning lögreglunar sem fer inn í þessi alþjóðlegu gögn sem er verið að dreifa, er hærri heldur en í öllum öðrum löndum. Það er ekki, ég trúi því ekki að fleiri nauðganir eigi sér stað í Svíþjóð heldur en í Mexíkó eða í Honduras eða í El Salvador. Það sem að bara allt annað sem að veit þau lönd til kynna að þar séu miklu fleiri kynferðisbrot.